too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Regus á Íslandi. Regus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Regus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Regus á regus.is. Hvað var aldrei sáfram lengi? Óttasleiknum hlustendur, þið eru að hlusta á 2 toppnum, þátt númer 124 og það sem við erum enn þingra þriðja offisjál hrekkjavöku þátt 2 á toppnum. Við vorum sem sagt í þætti 18 2023 með fyrsta Halloween þáttinn okkar. 2018? Nei, þátt númer 18. Já, einmitt. Var 2023, 2024 var það þáttur 74 og núna 2025 þáttur 124 og þessi þáttur því rétt nefndur Halloween 3. Halloween 3. Já, sem áhugavert þar sem þriðja Halloween myndin var allt öðruvísi en hinna tvær og þessi þáttur verður allt öðruvísi hrekkjavöku en þeir sem undan eru komnir. 2023 og 2024 voru við Oddur nefnilega bara 2 að tala hryllingsmyndir vítt og breytt. Ég aðalega halda fyrirlestra og Oddur að hlusta. Já, hlusta vel. En núna erum við með hvorki meira en minna en 2 gesti og því fullt hús og talandi hausa við alla rauði hljóðnemanna sem við eigum, sem eru 4. Nákvæmlega, geðugt. Heyrðu, það er Aníta Guðlaug Axelsdóttir, er að koma í annað skipti. Jep. Og Kjartan Galdrakall og Bíófíkill. Já. Þetta er frumraun, ekki hjá þér? Hjá ykkur, jú. En við höfum báði verið hjá þér, Oddur með þessi oftar en einu sinni. Já, akkurat. Tvisvar? Já. Loksins þú komin. Já, þetta búið að vera löng bið, sko. Já, aldrei veikja mig. Ég held þetta sé 4. skipti sem mér búið og það hefur bara aldrei gengið upp núna. Já, meina. En sko, Aníta var bara í júnilok, bara í sumar, í þætti númer eitthvað. Það ekki 104. Já. Þætti 104. 28 years. Já, það eru 20 þættir síðan varst þetta sér. Wow. Og þá vorum við að tala 28 years later og þá var Flósi fortíðadraugur Þorgeirsson með okkur og það var rosa gaman. Fór alltaf samtöl sem fór út í allar áttir og svona 3 tíma þáttur. Var þetta ekki? Hefði ekki orðið það sko. Já. Og þá var eiginlega bara sammælst að við þyrftum að gera þetta aftur. Já. Og taka lengri tíma og bara tala hrylling en Flósi því miður gat bara ekki verið með okkur í dag þar sem hann er á Akureyri og ætlar að plokka bassan og rockmessu á Græna hattinum í kvöld 21 þar sem hann ásamt Jenna í Brain Police Frans úr Enzimi og Dr. Spock og Halli úr 13 skeppnu ætla að flytja lög Black Sabbath. Wow, en ekki hvað? Kvöldi fyrir Halloween sko rándýrt prógram. Geðvikt. Akkur erum við ekki þar? Ég bara líkilspurning. Já, Oddur er náttúrulega nýbúin að vera Akureyri og ég fer þangað helst ekki en Þú ferð þangað ekki? Akkur? Já, ég fer náttúrulega helst ekki út fyrir 101 og 107 og bara því fjær höfuborginni sem ég fer því verið líðið mér sko. Já, ég skilja. Já, þú veist, það er bara þannig. Það er skoðun. Það er lífsval. Brakar svolítið í þér bæði borðinu. Já, heyrist það? Já. Aníta er náttúrulega pródusent og veit hvað hún er það. Já, líka já. Þó að við náttúrulega séum alltaf í boði og með fullingi í Regus þá erum við að taka upp heima hjá mér. Já, það er helvítis farið. Nei, ég get ekki kynnt farið en bílinn minn er ónýtur. Hæ? Bókstaflega ónýtur. Ég var einmitt að segja við Tóta áður en við byrjuðum að taka upp að mér finnst ég vera svikin. Ég fekk ekkert gott kaffi í Regus eins og þeir eru alltaf að tala Já. Galið sko. Kaffi hans Tóta er nú helviti gott. Já, það er reyndar mjög gott. Ég lifði þessu fréttablaðinu. Þetta minnum við bara á fréttablaði. Nákvæmlega. Pressukannan. Þetta er miklu verið næs. Maður er með pínur svona imposter syndrom á Regus. Það er svo ógeðslega fínt það sko. Það er rosalega fínt sko. Það er rétt sko. Já, en nei, þetta er þetta var nú óveðurstægin hvað var á þriðdaginn sem allt fólk helvítið. Hvað gerist? Sko, ég átti tíma á verkstæði á þriðdagsmótinum og það er búið eitthvað svona skrölt bílinn sko nýbúin að fá skoðun eftir að hafa skipt stýrisenda og svo allir bara fyrir alltaf skrölt og hrista þannig að ég
bara gaf mér að það bara verið eitthvað illa gert sko. Þannig að ég legg á 30 ára gömlum vetrardekkjum legg ég á afstæð og gengur bara ágætlega þangað ég kem að skeifunni það er bara, ég er bara að beygja niður hérna hjá Pfaff hérna niður í Hagaup það bara hreyfist ekki neitt þú er bara búin að sitja í bílum í korter skildi ekkert í þessu þannig að við tókst að Stöðaðist bílum bara? Nei, bara umferðin þetta var náttúrulega ekki góður morgun það var snjódagur en það var búin að ganga þetta vel sko. Ég var búin að fara frá Vesturbæ allarleið þarna upp í Skeifu og þá bara allir hættar alltaf virka og mér tókst að bakka út úr þessu og fór öðrum megin að og það var sama bara Skeifa bara stífluð 2 hringtorg bara og bara bílunir hreyfðust ekki sko. Þá fattaði ég við hliðina á verkstæðinu sem ég var að fara á almenna bílaverkstæðinu sem við hliðina á aðalskoðun sem einmitt er í góðu samstarfi við 2 topnum 20% af þeir segir 2 tónum við hliðina á þeim dekkjaverkstæði þetta var biðröð á fucking dekkjaverkstæði sem var búin að stífla Skeifuna, loka 2 hringtorgum þannig að það gerist ekkert, ég var í hálftíma bara hreyfðist ekki bíl sko. Skildirðu bílum bara eftir? Nei, ég var ég svo heppinn að þar sem að ég var að koma inn í hringtorgið hjá ATFR og Dótabúðinni það var enginn fyrir aftan mig ég beið hálftíma að koma aldrei bíl fyrir aftan mig þannig ég bakkaði bara og lagði honum bara hjá Kids School Shop og fór bara strætó heim já, strætó heim en kom bíl lyklinum á verkstæðið og svona baða að heyri mér þegar kemst í þetta og ekki gera við bílinu ef þetta myndi kosta mikið það var eitthvað stýrismaskina í maski og ónýtt kostar 200 skall að gera við þetta og þar með úrskurði ég bílinn ónýtan Er það bara hringráðstafa? Já, það er hringráð Þú fær 20 skall fyrir hann Já, það var 20, það var bara 15 síðast þegar ég fór með bíl sko, það var langt síðan þannig að ég er í bullandi gróða Shit sko Þannig að Hondain bara er allur Hondain var rip, grái Hondain Þetta er alveg Reykjavíkursaga Halloween Já, þetta er náttúrulega svona þetta verður allir að tala um þetta herrins veður Já og þetta er náttúrulega líka með náttúrulega, þetta er veðursaga en þetta er hryllingsífavi þannig að það er náttúrulega hryllingur að vera fastur í þessu umferð Það er hrikalegt Festust þið eitthvað á þriðjudaginn? Voru þið alveg góða? Sko, ég bý fyrir utan höfuðborgarsvæðið Já og þar alveg er ég á 4 metri með bíl og eitthvað svona ég bara Hvar ertu? Í Hveragerði Wow. Og varstu búin að fara í nagla? Nei, reyndar ekki ég er bara á þannig búin bíl sko, en það er heilsás Já, ok Wow. Nei, nú eru 2 eða 3 dagar síðan þessi kvellur gekk yfir og Oddur og Anita, þið komið hérna saman og þið voru bara sein, að því að umferðin gengur svo hægt ennþá. Hún er ennþá bara mjög hægt. Já, ég bara, er ekki drutt og allt frosið og það Sko, vegurinn er það svona hart á veginum. Undirlagið. Já, undirlagið. Hrikalegt, sko. Hringbrautin er bara ömurleg, sko. Það er hræðilegt að gera hringbrautina. En ég get staðfest að bílum minn er ennþá í stæði í skipultinu. Já. Það sem ég bý. Það sést í hann. Það sést í hann, ég veit eitthvað hann, ég get staðfest að ég get borið kennsla á bílinn. Hann er á sumardekkjum, ég veit ekki alveg hvernig ég þarf að koma nú gúmmívinnustofuna sem er ofar í skipinu. Já, þú býður bara, hvað er ekki alltaf að fara á morgun? Er ekki rigning á morgun? Það rignir í nóttið á morgun. Það rignir í nóttið á morgun. Vá, hvað ég laka til. Þetta verður bara dauða svell. Vá, uppáhaldsveðrið mitt er slapp. Já. Af því að þá getur það bara verið inni, bara undir í teppi og... Þá fyrst fer ég út að leika mér, sko. Í slappi, sko. Það er ekki okkur svar. Slappið, sko. Já, það er ekki okkur, hún er á morgun. Hún er á morgun. Þetta er ekki okkur þáttur. Alveg ekki okkur þáttur. Núna er ég búin að horfa á Halloween. Já, líka. Frá 1978. Einnig. Er þið búin að sjá hana? Kjartan líka? Ég horfði á hana í fyrsta skipti í nótt. Það er þannig? Ég horfði á hana í morgun í fyrsta skipti. Já. Halló hér. 10:30. Alvöru undirbúningur. Við erum að tala semst fyrstu Halloween myndina. Já. Ég náttúrulega hef ekki töluð hversu oft ég síðan, sko, en hérna... Smart sem ég langar til að ræða þetta, sko. Já. Myndatökuna, sko. Já, það er... Geðveik. Steadicamið, sko. Myndatökunni geggi, sko. Þegar hérna, Michael Myers keirir framhjá, þegar læknirinn er eitthvað svona, hvað er allan síðu? Svo keirir hann framhjá. Fyrir aftan hann. Og það er bara, hann er hann. Keirir framhjá, svo bara alltaf bara... Já, hvað, 78. Þetta var náttúrulega ekki mikið búið að þú náttúrulega horfir með augum morðingjan, sko. Geðvikt. Gríman sett fyrir myndavélina. Ég meðan byrjunadrið mjög sterkt. Já. Mjög sterkt. Ég er bara að gleyma plottun nefnilega. Og svo því ég sá þetta var þarna 5 ára barn. Það var merkilegt. Það var bara svakalegt, sko. Maður er bara áfalli yfir. Bara mjög miklu, sko. Þetta er náttúrulega, þetta er eina af þessum, þetta er tímamótaverk, sko.
hefur náttúrulega haft gríðalega áhrif. Er þetta svona fyrsta svona mynd? Já, Er þetta fyrsta slassimynd? Nei, náttúrulega, þú veist, Psycho. Já. Þú veist, Michael Myers náttúrulega skuldar Hitchcock og Norman Bates ansi mikið, sko. Náttúrulega, búrhnífurinn kemur nú heldur fyrst almennilega sögu hjá Hitchcock í Psycho, sko. Já. En þú veist, sko, svo þetta búið að geta sér, 12-13 myndir, sko. Og ekki örugglega læknirinn sem mín uppáhaldspersóna? Dr. Loomis? Já, hann ekki örugglega í öllum myndunum? Nei, hann náttúrulega... Hann var alltaf á leiðinni, alla myndina, það var uppáhaldið mér. Hann var alltaf á leiðinni, að aðstoða, að hjálpa. Líka þegar hún kemur út í húsinu hlaupandi þannig að loksis að labba á gangstéttinni og sér Já, svo er alltaf eitthvað svona einmitt, svona eitthvað geðlæknir alltaf eitthvað, allar eitthvað að redda eitthvað alltaf, Michael ekki vera svona vondur En línutannars, eitthvað evil has entered your town darkest eyes, pure evil þetta er alveg Geðveikt. Ég horfði á svona compilation of unmasking scenes af því ég vissi ekki hvort hann hafði tekið einhvern grímuna af sér og það því svo margir sem leikan en það er bara tvisvar sem það sést svona vel andlitið en annars er þetta bara svona skuggi en það, eitt skipti er þetta svona jólasveinn baku grímuna hann bara alls geggjaði með síta Já, var það ekki bara einn af þessum nýjustu Halloween Ends eða Kills því er náttúrulega ekkert að horfa á hérna Otto Kjartan þeir náttúrulega Ég sko, það er ógeðslega fyndið nefnilega að því að Tommy sem er með mér í bíófílum hann er búin að vera að taka mig í gegnum svona horror vegferð eiginlega fyrir kannski 18 mánuðum þá hefði ég sagt að ég þoldi ekki horrormyndir sko Já, ég skil það mjög Já, ég get sagt ykkur að það er algjörlega búið að breytast á seinast ári sko. Ég er ekki orðin einhver horror séni sko, en ég lærði að meta þetta allavega og það er þú veist, ég held að ástæðan hafi verið svolítið að ég þoldi ekki myndir eins og hérna hvað heita er allar þessar draugamyndir og djöflamyndir sem eru í bíó núna Conjuring 1 og 3 já, ég sá fyrstu og fannst fín og svo hélt þetta bara áfram Rosalega svipur hann í til Já, nú hún hlustar aldrei á bíófíkla núna hún er aldrei að hlusta Hvað finnst þér þetta enda? Þetta eru uppbólds myndirna mína sko já, Þetta er að fara að breyta sig svona Jerry Springer þátt, það ekki? Já Þetta er að fara að hjóli Ég fann á mér að ég myndir yfirst við hann sko En ég elska hjónin, ég elska Conjuring sko, það er náttúrulega fullt astnalegt í því en ég elska draugamyndir En hvað veitu Conjuring hérna núna 3, Last Rides Já. Er ekki nýjasta? Gjöð Nýjasta? Já, okay. Ég hef reyndar heyrt þetta, ég er ekki Já, ég hef ekki komist í að sjá hann en ég sá það á trailernum bara að þetta væri gott stöf sko þegar ég er ekkert yfir hrifin af þessum hjónum Manstu hvað Flossi var hrifin af hjónunum í júni Hvar er Flossi? Á Akureyri Nei, en þetta, hún er svo góð Já, en það er alveg búið að lýsa því yfir alveg þetta sé síðasta myndin Já, þessi hjón séu búin að tjekka sig sko. Það sést fyrir myndinni sko Er það ekki líka mjög öflugt að þau eru að ljúka þessu? Jú, og það er svona pínu svona of-amerískt moment í myndinni sem fór í taugarnar á mér sem skemmti pínu Eitthvað Paris Lake? Nei, bara svona of-auðveld laust ég get sagt Treat them with kindness, er þetta hann ekki? Það er bara knúsa púkan Ástin, þú veist, þetta er nánast sko. En höldum okkur aðeins við hann Michael Myers Það er ekki bara að knúsa hann Hefur eitthvað prófað það? Já Ég sá eitt atriði með lítil stelp Það var fallegt hún var frænkans og hérna þá er hann ég var að horfa á myndbæn daginn þetta er 4 eða 5 sko Hvað er konar marga myndir? 13, Jesus Kristi Þá er hann þá er orðið mótið hjá hann að drepa blóðlínu sína sko og þá er hún síðasta sko frænkan, en hún nær svona smá frænda momentalega og hann svona leifir hérna gott og hún tók ekki á hann grímuna Jú, hann tók sko af sig grímuna og hún segir you're just like me og þá kemur svona nærmynd af andlitin hans og eitt tár leikur niður Já, og svo ákveður hann að vera aftur Michael Myers og reynir að drepa hana og þá kemur einmitt títtnefndur læknir öskrandi að reyna að retta Sami læknir? Já, í sama frakkanum hann er í sama ríkfrakkanum svo náttúrulega deyr náttúrulega Donald Pleasence sko hann leik Blófeld í hérna Jóni Líftvers, þetta er alveg leikari sko svo náttúrulega dó hann náttúrulega orðin roskinn þegar hann leikur hann í fyrsta skipti en ég held að samt alveg sko röddin hefur notið alveg að verið svona spilað svona eitthvað flashback sko
Tveir á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum 2 á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun með skoðunarstöðvar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. Bara þessi ræðans, þú veist, þegar hann var að útskýra fyrir lögreglustjórunum, sko. Ílskuna sem var komin í bæinn. Geðveikt. En þetta er náttúrulega, ongoing, en það sem voru að tala grímuna, ég verð að muni eftir að setja mynd af þessu inn á toppból, að gríman ekkert alltaf eins. Nei. Og það var 1998, þá var hann bara eins og fábjáni. Gríman svo astnaleg, sko, og bara svona kjánaleg. Var eitthvað pæling baka það? Nei, það er bara tínt, bara, fyrstu gríminum bara fundið eitthvað aðra, nei, það er ótrúlega mikill munur á grímunum, sko. Ég tók eftir því í Rob Zombie myndunum, þá er hún bara svona eins og, hann líkari sko Jason X, frekar en svona öðruvísi. Rob Zombie, það er svo einhver annar gæði sem tekur við. Já, það eru 2 myndir. Þar er hann bara ekki með þessa grímu. Nei, svona einhverjum strikum og rákum og svona, sko. Nei, Rob Zombie, hann gerði Devil's Rejects og House of Thousand Corpses, þetta þungar okkar í flipkísi. Ok, hann heitir bara Rob Zombie. Nei, hann gerir það eiginlega reboot, sko. Þetta er bara nokkur á síðan, sko. Hann gerir Halloween og Halloween 2 sem er bara reboot alveg og það var þetta er svolítið svona mikill svona komið svona einhver sænskur social realismi í þetta, sko, mér að vera að kafi af hverju Michael svona var eitthvað, maður settur þessu vanrækt barn eða eitthvað vondir við hann, sko. Hvað hans að lesa þetta, sko. Ekki búið að reboota þessa seríu, 4 sinnum eða eitthvað? Já, allavega þessar fara alveg út fyrir sig, og svo bara allra síðustu árum Halloween Ends og Halloween Kills. Það maður ekki að sjá það Jú. Sérstaklega fyrri myndin var ekki Halloween Ends fyrst og svo Halloween Kills eða auðvitað, ég manna. Ég held að sé auðvitað, ég var ekki að skoða þetta í nót Já, og þetta Halloween Ends lítur að vera seinni, en Halloween Kills, hún er frábær og bara það var Jamie Lee Er það 2018 myndin? Já, væntanlega. Jamie Lee Curtis mætti aftur Jamie Lee Curtis er svona, er hún svona svolítið eins og Linda Hamilton í Terminator, búin að vígbúast alveg og alltaf bíð eftir að þessi batshit crazy bróður sinn sem er búið að drepa 1000 koma aftur. Ég er með geða eitthvað hugmynd. Akkur er ekki komið mynda sem einhver er að reyna að veiða Michael Myers? Það er alveg. Ég var að muna núna. Það er alveg búið að veiða hann í búr og það búið að gera það? Já, skjóta hann með deyfipílum og ok. Þú varst að segja mér svakalegt plott sem ég var bara að gleyma. Það er bróðurinn. Já, hann er bróðurinn, já. Ég held að vera skotin inn í fyrstu myndinni. Þetta er bróðurinn. Í alvunni? Já, þetta er mjög skrítið, sko, þegar hann er 5 ára í trúðabúninum á Reykjavíkunni 1979 þá drefur hann eldri systur sína Judith, sem var að passa. Það geðveikt atrið með leggsteinin í rúminu. Já, það atrið, geðveikt. En svo bara dúkkar upp að hann á geimd einhverstaðar af síðis litla systur sem er Jamie Lee Curtis, sko. En er það útskýrt bara þá í einhver annar mynd því að það er ekki það sem ég fekk út úr þessari? Ekki fyrstu. Nei, það er sennilega komið í myndum 2 eða setna, sko. Þetta eru 5 framhaldsmyndir en það fyrst, sko, sem tengjast. Já, ok. Og svo svona rugglast eitthvað, ég var komin síðasta myndi til orða í síðustu hvað Halloween H2, nei H20 20 years later og þá er Jamie Lee Curtis það er búið til eitthvað skiprit skólastjóri í einhverjum svona fínum svona úlingaskóla, sko, og þá á hún son Josh Hartnett leikur sonunnar svo bara komur nokkra myndir eftir það og þá er engin sonur, þá er það bara dóttir, sko. Já, þetta er nefnilega pínu perrandi, sko, nú er ég bara búin að sjá þessa fyrstu mynd en sko tíminn sem það tók vinkonunnar að deyja mér finnst það geðveikt maður var alltaf að bíða vinkonan sem var í bílnum sassy vinkonan, sko, sem deyr í bílnum alltaf að bíða bara, nú deyr hún opið gluggi, þetta er búið svo alltaf bara gerist ekki neitt, sko. Hvað var þetta langur tímum? Ég leiði bara að þetta hefur svona 30 mínútur það sem maður beið bara, horfði á hana bara. En hvað er málið með kyrkingar í hryllingsmyndum og þegar fólk deyr þá verður það rángjægt? Er það algengt? Já, það er bara alltaf að deyra. Já, það verður að koma í alveg skila. Það lítur að vera eitthvað sem gerist í alveg. Þetta gæti líka bara verið eitthvað svona cinematic dæmi, sko, að það er að koma einhverju til skila sem þú sér ekki öðru. Tungun alveg niður á bringu og augun í hring. Já, einmitt. Verður að segja eitthvað bara hún sé dáin með þessu. Já, sniðt. Nei, en svo, einmitt, fyrst þið eru búin að horfa á fyrstu, þá verður alltaf að horfa á Halloween 2.
það? Er hún góð? Já, þetta er svo mikið líkilatrið, þarna er verið að finna upp bara, þess að Halloween 2 hún gerist bara, hún heldur áfram bara strax og eftir, bara 5 mínútum eftir að fyrirmyndin klárast. Okay. Og þá kemur þetta framhaldsmynda þing sem búið síðan að það eru fleiri morð og þau eru ógeðslegri og það er allt hækkað aðeins upp og það er svona verið að reyna að finna ykkur svona lógík svona búið til ykkur sögur hann er mest bara á Killing Rampage af því hann er geðsjúklingur já, og svo er hann alltaf eitthvað meira bara, hann er hið illa holdi klætt og ódreipandi ég tók mér þetta í að hún er aldrei subbuleg þú veist, meiri segja þegar hún stingur hann með prjóninum hann í lókmyndarinnar eða seinkumyndinni að þá er aldrei neitt blóð, það er ekkert hún er aldrei subbuleg myndin hún var nú aðeins of chillu eftir hún náði því svo bara chillar hún og maður bara get the hell out já, þetta er í bakgrunum, myndaðagan alltaf gegn þessi myndin er hún er miklu meira creepy heldur hún er að reyna að vera suppuleg já, sem að kannski sýnir einmitt fram á það er oftast sterkara heldur en splatterinn menna eins og ég nefndi hann við áttinn að vorum að tala Ed Gein þættina í sturtuatriðin í Psycho þá hnífurinn snertir aldrei Janet Leigh og það er bara svartkvít tómatsósa þarna í sturtubotninum þetta er samt slagkrafturinn í þessum myndum er náttúrulega ómældur Já, en það er bara gaman að tvö aðalega fyrir það að þarna er þetta komið sem að svo Randi talar í Scream við erum í framhaldsmyndinni þá verður allt yktara og þið verður að passa ykkur meira þarna er bara reglunar skrifaðar Halloween líka, þetta er low budget mynd það kosti ekki neitt það er þetta að segja með það þetta var eitthvað ódýrt fyrsta myndin og bara náttúrulega hefur þessi áhrif og raka náttúrulega inn skriljónum og biljónum hvað, þú veist, einmitt og þetta er svona myndir sem ítir svo vör, þú veist Friday 13th og þessum myndir maður segja það, þetta er náttúrulega, þetta er brautriðandinn svo kemur Jason í Friday og svo náttúrulega Freddy Krueger setna einmitt, það er nú eitthvað sem ég langar ekki að horfa á eitthvað gæði sem verður drauma það er drauga, það er gott takk er nei takk Freddy er góður það er nei frá mér og líka fyrsta Nightmare myndin það er Johnny Depp drepinn með miklum tildröfum alveg ófrægur það er svona eitt af hans fyrstu hlutverkum ekki jú, væntanlega svo ég var að horfa á Josh Hartnett var sonurinn í einni myndinni og svo var önnur Halloween mynd, þá er samt rugglastöðu því hún er hvað heitir hún hvað heitir Jamie Lee Curtis pass Laurie eða eitthvað Laurie Strode þá er eitthvað Strode fólk sem sagt flutt inn í Halloween húsi og er búið að ættleiða eitthvað henni tengt þá er búið að splitta þessu bæði þetta er ættleiðingar familja samt var Strode upprunalega þetta er alveg þeir fara náttúrulega alveg svo margar hringi með þetta hver er svona versta Halloween myndin? 3 er náttúrulega eins og ég var að segja öðruvísi það er nornamyndin það er engin Michael Myers og engin norni heldur er eitthvað vísanir í hann í 3 myndina bara eins og það sé ekki til ekki beint, jú, gott ef það er ekki eitthvað krakkar að horfa á Halloween í sjónvarpinu eitthvað þannig en það gengur þetta allt út að graskiragrímur sem að breyta fólki í morðingja ef það horfir á eitthvað í sjónvarpinu á Halloween það er algjör steik ég las eitthvað svona hugmyndin þeirra sem var að gera þá mynd var að Michael Myers þetta væri eitthvað svona meira yfirnáttúrulegt en gaf til skinn og þá kemur spunni eitthvað þráður sem að byrtist svo í Halloween eitthvað sex eitthvað þá er þetta eitthvað svona köld sem að og þá svona þotn stafurinn minn er svona eitthvað rún og þá er þetta eitthvað thorn og hver gerir hitlismynd og notar thorn þegar við erum með Damien Thorn í Omen þetta er bara allir eitthvað svona kuplum og þá er þetta sem voru búin að töfra fram eitthvað illan anda sem að var búið að koma fyrir í Michael Myers algjör stefar en það líka þú veist, Michael Myers er í fyrstu myndin þú veist hvað skotin 4 sinnum og stungin í hálsinu þannig að það er alveg gefið í skín að hann sé ekki hann er ekki á þessum heimi ég meina skaut hann í hausinn þannig er búið að skýra það þá með þessum anda og þetta hefur verið 6
þá var hann Ant-Man, heitir hann ekki Paul Rudd Er hann í Halloween mynd? Hann er í Halloween Hann er í þeirri mynd, sko 95 Og þá leikur hann, sko, eitthvað sem var barn og slapp lifandi frá Michael og er með hann á heilanum og er alltaf að bíða eftir Michael, sko og stendur sem ég vel í björgunarstarfinu þarna Þetta er alveg Ég las þetta væri sko bara með fyrstu myndum sem Paul Rudd Ég held að það bara verið, já, ég held að það bara verið fyrsta myndin Gaf hann þá svona 30 ára En svo er alltaf Eða þá hann hefur verið 10 ára og lítur samt út eins og hann lítur út í dag Það lítur alveg eins út sko Beauty við þetta er samt að það er ennþá hægt að búa all Halloween myndir og fólk kemur ennþá að sjá þetta að ég tók hérna 4 eða 5 í beit þetta er allt eins þetta er allt, þetta er nákvæmlega eins nema það er bara svona tilbrigði í hvernig Michael drepur sko. Er eitthvað, þú veist, er þetta bara búið núna? Er eitthvað myndi bíkjara það? Ég veit ekki, ég held þess ekki Halloween Ends Halloween Ends sko, fór svolítið kannski klárlega kemur meira ég held að rétturinn ánum sé eitthvað á markaði núna það mun eitthvað framleiðandi kaupa þetta sko. Halloween Kills var frábær svona feminískir undirtónar mjög sterk mynd ég skrifaði eitthvað alveg reif dómum hana í fréttablaði sem var þá ennþá lifandi þess vegna var maður svo hæpaði fyrir Halloween Ends og þá var hún bara glötuð hún var bara ömuleg, bara alveg Hvað klikkaði hérna? Bara það er bara rókslega sniðugar og frumlegar hugmyndir og pælingar gangi í Halloween Kills svo bara fuck it, förum bara í old school Halloween bara killing by numbers Næsta mynd geti heiti Halloween Rises Hvað finnst ykkur það? Halloween Resurrection Nei, ég held þessi búi Halloween Rises hljómar svona eins og AI-titill Því að Rises, ef þú setur bara Rises fyrir aftan kvikmyndatitil þá ertu komið bíómynd sko. Planet of the Apes Rises Það er til, Rise of the Planet of the Apes Rise of the Planet of the Apes Er 2018 myndin er það þegar strákurinn með síðahárið er á geðsjúklu hvað kallast það? Sálfræðingi Geðsjúkrahúsi Geðdeild Það er síður hann er bara, það er 10 ára það er bara nýbúin að drepa sýsti sína Já, ég voru ekki og er ekki svona true crime floggarar sem að koma á geðsjúkrahúsi og alltaf hitta hann það er alveg rosalegt Er það plott svona twist eða? Er það svona lítill hann er svona pappísgrím Er það svona Michael Myers minni í það? Já Wow. Ég er nú svo ennum allt saman ég verður bara að halda áfram fórum á næstu 5 En er búið að skrifa plott fyrir Halloween mynda sem að fullt af fólki tekur sér saman og hermir eftir Michael Myers og svona Michael Myers út allt svona her Já, svona her á Michael Myers út allt að drepa fólk Nei Akkur er ég ekki að skrifa þessa mynd Halloween Rises ég með næstu mynd Hvað er ég að gera þetta Sko það er náttúrulega í einni af þessum myndum þá náttúrulega er sko Michael Myers náttúrulega thing í Haddonfield sko Þannig að þá er náttúrulega Michael Myers búningur í tísku sko þannig að það er erfitt fyrir sko bæði sko góðu gæjan og löggurnar sko það er Michael Myers er allstað sko. Það er mjög skemmtilegt og löggan oft næstu búin að skjóta eitthvað fábjána sem er með grímurina sko En hver er vísun, er eitthvað pæling í fyrstu myndina þá er litla stelpan sem að getur ómögulega að hjálpa systur sinni sem að læsa sig þarna inni og eitthvað þá til að það er orðið og seint eða eitthvað hún er að horfa þarna á The Thing Er það eitthvað svona vísun, eitthvað pæling Þetta kemur það ekki bara Carpenter Já, er þetta hún er að horfa á það gömluðu þing Já, sennilega Carpenter bara verið fann að pæla endurgera hana í The Thing sko. Það var mjög góð Hún er 81 Ég hef ekki séð hana Hún er mjög góð Þórum maður að horfa á hana Ég held þú þórið sko Gaman að segja frá því að í fyrsta hrekkjauku þettunum okkar 2018 þá talar þú að þú verður að pissa á þig bara því að við varum að fara að vera með Halloween þá sko, því þú hættur við hrylling sko. Þannig að það er náttúrulega veist, á þessum árum það er búið að herða þig alveg sko. Nú er ég bara farin að koma með plott sjálfur Það er galið sér ekki búið að gera svona íslenska hrekkjaukumynd Það er búið að gera Er það? Það er ekki, hvað heitir hún, Reykjavík Whale Watching Massacre Það er einn Gerist það á hrekkjavöku? Nei, ég er að tala alveg specifík bara að láta hann að heita hrekkjavöka Já, hrekkjavöka er nú bara búin að vera hérna í 10 ára eitthvað þetta væri þá öskudagurinn Já, öskudagurinn Björnlinn með einhverja grímu Ger ekki Steindi Junior líka vampírumyndinu sinni? Já, hann að Frosti Frosti Já, svo er að koma bara frumsýnd í dag Örn Árnason, Eyðir bíli, strand Það er eitthvað svona spennum þetta ekki? Já, er ekki alltaf fokkast ekki sem hryllingur þegar kemur geðvökur morðingi Nei, ég vil fá hrekkjavöku íslenskan slasher
Kannski skrifa þetta bara sjálfur. Ég skrifa þetta bara sjálfur. Ok, hún gerir það bara. Eftir ár þá komum við aftur og tölum myndina sem þú varst að gefa út. Loksins myndin komin út. Ég sem að gefa út mynd það sem heitir Öskudagur í samkeppni. Já, ég toppa með Öskurdagur. Já, það. Það er besta sem ég veit. Finnum einhverja nýja grímu og setjum hann á morðingan. Já. Heyrðu, ok, frábær. Michael Myers tekinn á dagskrá. Heyrðu, takk fyrir komuna. Já. En svona já, náttúrulega bara hægt að spyrja Anitu. Já, náttúrulega upp á hryllingsmyndina sína. Hryllingsmyndin er náttúrulega Annabelle fólki. Já. Þau eru sko ég ennbla man ekki alveg, þau eru í öðru myndum. Já. Þetta er eitthvað svona heimur, þetta er svona Arnar Tómas vinur okkar myndi geta æst sig þetta er Annabelle heimurinn. The Nun, Annabelle, þetta er allt svona. Þetta er hlæja. Ég er ekki að hlæja. Voru þau ekki með dúkkuna í sinni vörslu, hann Annabelle? Cinematic Universe. Annabelle. Þau ákveða að geyma allt í heimahjöðum sem er alveg galið. Já. Sko, svona draugamyndir, það sem er bara svona ógeðslu viðbjörn, The Nun, þú veist. Hvernig horfir þú á þetta? Sko, málið er að það sem fólk veit ekki, að ég held eiginlega alveg fyrir augun. Já, þetta er það sem ég ger líka. En svo er ég svona að opna og er viðbúin að horfa í burtu. Já, þú ert bara svona að hlusta á hryllingsmyndir. Já, sko, ég fer rosalega mikið á, þegar það kom í bíó, þá fer ég á hryllingsmyndina í bíó, en ég horfa ekki allan tíman á myndina. Ég er líka ánægð með að heyra þetta, sko, vegna þess að ég þoli ekki þegar fólk situr og talar í bíói, þannig að þú hlýtur að vera manneskinn sem er bara eitthvað, ég heyri ekki myndinni. 100%. Þetta er nú bara eitthvað nýtt. Ég er að heyra þetta svo mikið núna, fólk er að kvartir að fólk sé bara saumaklúbburinn bara er komin í bíó, bara þetta bara hefur aldrei þekst. Síðast, sko. Það er rugglið þetta. Akkur er fólk að fara í bíó? Akkur er fólk ekki bara á kaffihúsi frekar, sko. Þetta er samt alltaf ungt fólk, sko. Já, þetta er alltaf einhver krakkaskítar. Já, ekkert uppelda á þessu, sko. Það er galið, sko. Það er öll. Nei, þetta er svona, ég man sko þegar Aliens kom í bíó 86, held ég, og við höfum talað það að við flokkum hann ekki sem hryllingsmynd. Var það ennþá þannig þá að myndi komið í bíó árið setna? Nei, það er náttúrulega lagaðist með Sambjörn, Átna Sam, sko. Hann má alltaf eiga það. Hann bylti þessu. Hún fór að koma, þá voru stundum myndir heimsfrumsýndar á Íslandi. Það var bara Átni að gera eitthvað að díla við eitthvað að kalla út í Hollywood, sko. Og það er bara ennþá að gerast. Stundum er myndir sýndir hér áður en það er sýndar í Hollywood, sko. En þá fór ein vinkona mín á Aliens og hún sagðist að hún horfði meira á loftið í bíósalnum heldur en tjaldið, sko. Það er líka helviti gott. Loftið er öruggustæður. Já. Og svo Event Horizon myndin þetta með Sam Neill var í háskólabíó þótti alveg rosaleg, mér finnst hún ekkert spes, sko, en þá var einhver kona sem ég kannast þessi fór á hana og hún var eiginlega með augun lokað allan tíman en það virkaði ekki, sko, þá hljóðheimurinn gerði út af hana samt, sko, hún var alveg þannig, sko. Það er svona mynd sem ég myndi ekki, þú ert ekki búin að graduata upp í Event Horizon. Nei, sko. Ég vil ekki segja hana. Nei, ég vil ekki segja hana. En þú mátt alveg kíkja á The Thing, sko, það er líka bara svona. Það er ekki líka bara vera, það er ekki draugur. Jú, það er vera. Já, þá það er ekkert málótur. The Thing. Og kvöldur að selja í henni. Ef það hjálpar þér eitthvað, þá er það geimvera. Ef þér finnst það auðvildara. Það er aðeins auðvildara, sko. En Anita, hvað mynd finnst þér ógeðslust sem við séð? Vá. Áttu svona ógeðslustu myndina? Ég veit það ekki, ég held að sé alveg Hereditary, sko. Hereditary. Hvernig skilgreinir maður ógeðslu mynd? Já, kannski svona trubla mann mest, en það er svona ógeðslega margar samt. Mér finnst svona Long Legs, mér fannst hún mjög hún trubla. Já, hún var óþægileg, sko. Já, hún var óþægileg, sko. Endurinn lélegur, en hún var óþægileg, sko. Já, Nicolas Cage náttúrulega getur verið mjög óþægileg. En sko, það er með hryllingsmyndina sem ég fíla, sko. Ég var ekkit rosa hrifinn á Long Legs, en Misery og Get Out og svona myndir sem að láta maður líða svona óþægilega, sko. Það eru mínar hryllingsmyndir, sko. Já, ég hef ekki séð Misery. Það er mistök, ég myndi hún er ógeðslega góð. En sko, ég held að ógeðslega myndir sem ég hef séð er ekki hryllingsmyndir. Wrecking for a Dream, ég hata hana, ég vil aldrei sjá þessa mynd aftur. Hún mæli með það er Leto, nei þetta er Darren Aronofsky. Jú, er þetta ekki Jared Leto? Jú, þetta dópista, hann sé ekki dópistinn, þó ekki dópista.
Eða Jared Leto eða það, já. Nei, hún bara svona, þetta svona, bara þú einhvern veginn upplifir bara frákvör og einhvern viðbjóð bara, þetta of og svo franska Irreversible sem ógeðslega góð en svo ógeðslega sko, Monica Bellucci nauðgað á ógeðslan hátt í ógeðslega langri senu þannig að maður bara maður engist sko. Þetta akkurat eina senan úr myndinni sem ég búin að sjá og mér sé að sko sögukennarinn minni í menntaskóla sýndi bekknum þess að senu pointi var sko, hann var að kenna okkur listasögu og hann sýndi okkur þessa senu og spurði okkur svo, þetta list? Bara búið til umræðu sko. Bara, finnst ykkur þetta að vera list að sýna svona? Já, þetta allavega þjónaði tilgangi sko. En dýp umræðum þetta ógeðslega góðmynd en hún bara andstyggileg, ógeðsleg bara, ég held að Hulli hafi einhvern veginn sagt sko, hann hafi keypt hann á DVD og sett hann upp í hillu og reiknaði aldrei með að horfa á hana hann bara eiga hana hann bara flott að hafa hana bara. En eru þið búin að sjá, ég að muna eftir 2 myndum, ein sem ég ekki búin að sjá og ég hinn búin að sjá brot sem hét eitthvað Passion, eitthvað Jesus Christ Passion of the Christ Passion of the Christ eftir Mel Gibson Já, hún ekki svolítið sjúk? Blóð allt Já, hún suppuleg Ég held ég að sé þetta mjög disturbing atriði en svo önnur mynd sem heitir eitthvað Berlin eða ég þarf að googla þetta bara svona ógeðsleg mynd Ég held að vera að nefna fleiri Mel Gibson myndir Nei, sko, Passion of the Christ náttúrulega ég nefndi ekki að sjá hana þegar hún kom í bíó þú þól ekki Jesús eða allt þetta ég hata Jesús mér ekki bara svo væntu mými þól ekki sögur sem ég gjörð ekki sko. En svo var einhvern mann bara þegar ég var að byrjað með Dóri og litum að horfa á þetta bara held ég áfæstu en langa og þetta er óbúslega góð mynd við erum bara að lega Mel Gibson eiga það sem hann á sko. Þetta frábært en þetta náttúrulega gengur út á að berja Jesús sko, í stöppu í 2 klukkutíma og það er bara svona blóðu moppa bara þarna í restina sko. Akkur heitir hún Passion of the Christ? Það er píslasagan sko. Já, píslasagan, já Ok, frámynd alveg bara sumir rammar eru bara listaverk sko. En hann að vinna í framhaldi Já, það er algjörlega gæði sko. Hvað meinar að vinna í Jesus Christ, the resurrection Án gríns Þetta er að gerast Það er gæðin bara vaknar og Jesús vaknaði hann hefur allt í höndunum sem hann reis upp frá döðum Það er sem gerist, það gerist í alvörunni Er það tökkert húfa mynd? Það er öruglega Þetta er risa budget og allt að gerast sko. En hann er búin að eldast leikarinn Hann ætlar að taka saman leikarinn KVSL sem er alltaf að bjarga börnum Hvernig bjargar hann Sound of Freedom Sound of Freedom Þetta er bara samansafna bara klikkausum sem að ætla að gönna bara í þetta bara Jesú 2 Jesú búin að vera grafin ansi lengi en hann er búin að elda svo mikil He's so back áhugaverð Það er mjög áhört Hvað Lars von Trier, er það ekki eitthvað svona ógeðskæði sem við ekki tala um bara leiðilegu Dani var hann ekki að gera nokkra ógeðslega myndir ég hef ekki náttúrulega séð neitt af þessu sko ég þóla hann ekki ég þóla hann ekki og hann er náttúrulega flokkaður sem svona einn af óvinnum íslensku þjóðarinnar hann gerir Dancer in the Dark með Björk og hann var svo vondur við Björk sko. Var hann vondur við Björk? Nei, hann er bara anstíkilegur þetta er sjúkur Dani og hann verður hvað mynd gerðan hann sem einhver skar á sér tippið? Antikrist og ég hef ekki þórað að sjá hann ég held að hann ekki skorað sér tippið sko. en Willem Dafoe leikur kallinn og ég hef heyrt að hún kona sem mann eitthvað heiti sem leikur merja undan honum bara pungin eða eitthvað sko. og það dugir þess að hún er til á DFT á heimilinu ég þóra ekki að get ekki hort á það Nei og svo gerir hann að gerir Nymphomaniac klámyndin Stellan Skarsgård hún var svolítið góð, ég ætla náttúrulega að kingja því gott að Shia LaBeouf var ekki því líka svo The House That Jack Built sem er heldur síðasta svona hryllings sem hann hefur gert besta sem hann hefur gert er svona Riet landsinn, þegar sjónvarsættinni sem voru sýndin eftir mann rúf Þetta er fábjáni bara við höfum hann Ég hata hann Vondur Björk, hver er Vondur Björk? Hvernig er þetta að vera Vondur Björk? Spurðu Lars von Trier Holy shit Akkur hefur við aldrei búið Björk í þetta podcast Býr hún hérna? Er hún kveikmyndaðandi? Eða sjónvarsþátta? Já, það ekki
Hún nú eitt af síðustu viðtölunum sem ég tók fyrir Fréttablaðið var nú við hana en ég steinglimt að spyrja hana þessu. Ég var nú alveg til ég að fá að heyra Óskarssögur og eitthvað dæmi. Já, Svanakjólinn. Hvar Svanakjólinn er? Já, hvar er Svanakjólinn? Er hann ekki úr safnið? Hlýtur að Jú, hann er hardrock. Já. Hardrock ennþá til. Það gleymist. Já, en því þarna Sissi Gaurar Þegið eitthvað upp á Sissi Jú, Kjartan Herði, já Ég er eiginlega búin að nefna þér Það er Misery og Get Out og svona myndir sko. Ég er þar Ég sá reyndar Braindead í fyrsta skipti fyrir mjög stuttu síðan Já, hún er bara fyndin Já, hún er ógeðslega fyndin og áhugaverð sko. Þetta er ekki mynd fyrir mig En ég lærði svolítið að meta einmitt svona myndir, hryllingsmyndir og ég sá náttúrulega nýja hliða Peter Jackson hana sem ég hafði ekki séð áður. Já, sást gömlu hliðin á. Já, einmitt. Það löngu áður hann gerir Lord of the Rings. Já. En er þið búin að sjá nýju, ég held að sé svona hryllingsmynd sem þú myndir horfa á þá með Hugh Grant. Heretic. Heretic, já. Ég hef mitt sá hana og ég fílaði hann í botn en fyrstu 50 mínúturnar elskaði ég sko. Svo seinni partur. Hún fer út í algjöra steypu sko. Já. Og það besta við henni er náttúrulega bara Hugh Grant að njóta þess að vera batshit crazy ógeð sko. Og hann er bara ógeðslega góður sko. Sem slíkur. Ég er bara að horfa Love Actually og svo Heretic. Svo beint í kjölfarið. Four Weddings and a Funeral. Þeir náttúrulega eru ungli sem munna þegar hann var börstaði með Divine Brown mændiskoninni í bimmannu sínum og Sunset Strip, ég vil að það fyndi 10 ára tengnum Já, þá var hann bara heitur eftir Four Weddings and a Funeral og eitthvað bara algjör svona gutti gæi sko. Ég fæ alltaf tilfengi að hann sé bara gæin sem að leikur alltaf í Bridget Jones og En hefur hann séð viðtöl með honum hann er svo kaldhæðin, hann hatar fólk það er mjög ég tengi svolítið við það hann er líka bókmyndafræði mentaður sko. Hann er bókmyndafræði mentaður Gengur hann líka um minni leið eitthvað? Nei, við minna kannski en hann er svolítið svona þekktu fyrir að vera svolítið leiðilegu fólk Já, en samt svona fólk sem skilur hann Já, fattar hann En hann er svolítið fastur í fólk sér hann svolítið sem Notting Hill gæin alltaf bara fólk kemst svolítið seint út úr því að sjá hann bara þannig Ég er mjög spennt að sjá hann í svona psychotic Já, hann gerir þetta mjög vel sko. Þegar þau komu hún í kjallarann þá skal það bara slökka myndinni Ekki að því að hún er svo hræðilega ógislega hún er bara ekki skemmtilega Skemmir hann bara Já, ég uppáhaldsmynd ég bara man ekki eftir nefnir hryllingsmynd sem ég séð sko. Það er alltaf svo hræðilega maður gleymi þeim bara fyrir ári síðan þá mættir Vaskur til leiks í Hrekkjavíku þáttinn og tilkynntir að væri búin að horfa á Alien og Aliens Það voru skemmtilegar sko, Drag Me to Hell er náttúrulega alveg fáralega skemmtilega sko. Það er bara, I love that movie sko. Það er grínmynd Já, er það ekki, einmitt, það er svona ákveðið sund Svo er náttúrulega þetta myndi með blindagæjanum sem að einhvern veginn dregur eitthvað fólk niður á heimili sitt og svo er hann einhvern veginn að elta þau einhvern veginn og muni ekki eftir þessu Já, don't say a word don't breathe Don't breathe Mér finnst hún helviti skemmtileg sko. Ég elska eiginlega allar svona thriller Sástu framhaldið? Nei Ekki heldur, en ég skilst að hún sé ömurleg Já, ég heyrði það svona held ég að ekki hort sko. Ég er nefnilega uppinu aðdánda að svona einhver sem að það var svona mynd sem kona var heyrnalaus og þá var gæinn bara svona fyrir aftan hana og hún heyrði ekki neitt ég man ekki plottið og líka svona eins og þegar Sandra Bullock var þú mátt ekki sjá Bird Box Heyrði það, já, það var einmitt skemmtilegt Mér finnst það svolítið skemmtilegt líka og þú veist eins og líka hérna með John Krasinski Já, ég veit hvað það tala um og Emily Blunt Quiet Place við myndum ekki hvað hér síðast en það var einmitt komið, það var eitthvað tímabil sem að það komið eiginlega bara svona myndir þú veist, Bird Box hérna með Sandra Bullock og Quiet Place og þetta var allt svona gemveru sem þú mátt ekki sjá þú mátt ekki heyra Ég er svolítið hrifin af því sko þú veist, það eru skrimsli, það er ekki draugar en það er svona suspense þú veist, þú mátt ekki sjá eða heyra Þetta minnum á að því við vorum að tala um Mel Gibson á það Akkur er ekki búin að tala um Signs Já Það er ekki bara einn besta mynd sem við verið gerð Gemveru, bondabíli hræðileg Aim low Tell John to aim low Nei, aim high Fyrir utan Empire Strikes Back er þetta örugglega ein mest spoilaða mynd allra tíma Ég held að við veit ekki allir plottvistið í lokinu á þessari mynd Ég hef ekki séð hana Var ég ekki bara svona 10 ára þegar hún kom út Þetta er náttúrulega þessi Shyamalan þarna sem er alltaf með tvistin sín Þetta var náttúrulega helviti billegt Þetta er svona Gerður svo frábæra myndir hana og The Village líka, geggjum mynd
Byrjuðu enginn að fyrsta myndin var ég er einn af þeim sem að vera þá myndi alveg til dauðadags já, ég hafði rosa gaman á henni já, hún var alltaf í lagi samt svona, maður hefði bara viljað fá eitthvað aðeins meira út úr henni sko og náttúrulega I See Dead People myndin var náttúrulega góð það var alveg eiga það líka, og já, Unbreakable er náttúrulega besta myndin það besta myndin hans, klárlega ég fílaði líka myndina sem hann gerði fyrir nokkrum ára síðan ég fílaði hana, þar sem að fólk fór á ströndina og fór svo að eldast þú ert örgulega einn það að hafa fílaðis geggjumynd, geðveik hefur ekki séð hana hún er geðveik þar var ég löng og hættur að horfa á Shyamalan myndir nei, ég horfa þess að mynd bara algjörlega bara með opinn huga herru, þetta er fólk sem fyrir frí allt geðveikt, geggjumynd, þetta er eitthvað það verður eitthvað svona frímynd, svo fara eitthvað svona, herru, ég er leyniströnd svo bara, herru, ég er þess, ég kennst ekki neitt herruðu, ég er búin að eldast 10 ár ó nei þetta er engin eldaði, þau bara það er bara, hvað er að gera, oh my god, ég er að klikka svo eitthvað, bara þetta er geggjumynd ég fíla hann, M. Night Shyamalan hann er einir kvikmyndagerðarmaður sem gerir eitthvað frumlegt já, eins og Josh Hartnett myndin á tónleikum sem þú lést mig horfa á þú ert ekki aðdáðandi Shyamalan? Nei, af Trapp Nei, það var allt í lagi en það var eitthvað vantaði eitthvað, hún var eitthvað skrítin sást þú hana? Var ekki bara eins og Michael Myers í endan eiginlega einhvern veginn ódreifandi bara Josh Hartnett leikur raðmorgi ég er búin að finna þáttinn Tommy ver þessa mynd til dauðadags Trapp já sko hún var bara svo skrítið, þetta var svona classic þú veist þegar leiða þurfti að leysa úr eitthvað þá var þetta allt mjög skrítið sko þannig að við fáum þig og Tóma til að fara að rökra þessa mynd það er góð ég veit ekki hvort að ég sé að ég geti rökra þetta ég er alltaf hún fær 5,8 en hann að strandamyndir hún er gegn sko ég man ekki eins og hvað heitir hún er góð sko ég tók Knock at the Cabin og Evil Dead Rise sama kvöldið byrjuðum á Knock at the Cabin sem er einmitt Shyamalan mynd hún er svolítið góð það ekki? Já, ætlaði ekki að mínum að því ég fílaði hann ekki neitt hún er svona svolítið að leika sér með bara konseptið hryllingsmynd mér fannst ég hafa bjarga kvöldinu með því að horfa svo á Evil Dead Rise eftir að hafa hort á Knock at the Cabin ég var að fara að tala illa um þessa mynd ég myndi ekki hún hér já, einmitt Knock at the Cabin þetta er ekki góð mynd sko það er enga mynd en hvernig voru The Purge myndar, það eru alveg geggar ekki fyrsta fín og ég held ég að bara sé fyrstu svo áttan við bara á því bara úr fjarlæða þetta væri eitthvað sem tæki ég ekki að eldast við sko ég bara sé eitt sko en svo náttúrulega ég við hérna Freddy Krueger mjög skemmtilegur og svo náttúrulega var geggja dæmi þegar það var crossover Freddy vs. Jason var það góð myndið? Nei, ég veist þú veist þarna eftir sko eitthvað góð mynd á ekkert alltaf við í þessum hryllingsbransa það var gaman að þessu þú veist bara skemmtilega mynd total bullshit sko ég vil horfa á myndi með miklu dýft sem að skilja eftir sig skilaboð samfélagið það var eitt sem sagði við mig sko að léleg hryllingsmynd er margfalt betri heldur en léleg grínmynd léleg grínmynd verður alltaf leiðileg það er ekki hægt að horfa á en léleg hryllingsmynd getur þú alltaf að hleyja það sko já, ég meina ég er ennþá að tala um Dragmynd og Hell sko með geitinni hún er svo skemmt og það endur líka gamla konan og slímið en já, ég held samt sko að þú myndir spyrja mig átur en svo varst alltaf að stilla mér upp hvað er uppáhaldsatriðið, hvað er uppáhaldsmyndin ég held að The Omen sé uppáhaldsrillismyndin minn frá 76 sko ég hef ekki séð hana hún er ekki bara væntum það er eitthvað lítið bad sem er djöfullin ekki Damien Thorne sem að vinnur sér allavega upp í Hvítahúsið Weapons nákvæmlega ég á ennþá eftir að sjá hana hættu ég veit það hún er geggjuð, þetta er mynd ásins óvæntasta mynd ásins hún er geggjuð það er með fullt af börnum svo líka hvernig hlaupa geðvikt já, ég sá það í trailerinu nei, svo líka því að hún er með þetta óþægilega hann skapar svo ógeðslega óþægileg stemning þannig að maður svona líður ekki vel sko og svo náttúrulega er hún líka bara creepy þessi kettling er bara Pennywise level sko creepiness mjög góð og talandi um það því voru að tala um Longlegs á hann leikstjóri hennar Osgood Perkins hann er sonur Anthony Perkins Norman Bates í Psycho hann er brjálaður út í Ed Gein kallinn sem að, hvað heitir hann? Ryan sem er leikuna Ryan Murphy sem að leikstýrir framleiðir er hann ekki með nýja mynd sem er að koma bara núna á næstu vikum? Jú, sem að heitir eitthvað Keeper eitthvað svoleiðis, shit okkur hann reyður
vegna þess að það mikið gert úr samkynhneigð Anthony Perkins sem að lék Norman sko og bara hann ósáttur við hvernig pappa hans settur fram sko. Já. Og mikið gert úr því að Hitchcock hafi ég valdi þig sérstaklega sko því að þú ert að glíma við samkynniðina alveg bannað 1960 sko þannig að þú ert svolítið bara Norman sko aftar á því sko þessu Hitchcock náttúrulega kastaði mjög taktist öllum sínum myndum og var svolítið perri sko og það gerði svolítið mikið úr því líka þarna sko þetta náttúrulega bara eitthvað svindlari þessi kall sko verður alltaf að taka svona legend og taka á niður þetta ekki nei Hitchcock var náttúrulega Nasty sko Hitchcock sko maður þarf nú að fara að horfa á fleiri myndir eftir hann já það er bara 53 ár og hefur sér eina já ég á okkur að minna ykkur að Birds já og fólk er símaklefa og svo er ykkur fuglar það er einmitt Tippi Hedren fyrirhandi tengdamamma Don Johnson og mamma Melanie Griffith hún var í símaklefunum já og hann pintaði hana mikið hún festist líka inn í herbyggi með fuglunum sko og hann tók það aftur og aftur og aftur til þess að nýjast aðeins á hann sko þetta minnum á gluggamyndinas Rear Window já Rear Window það er náttúrulega alla þannig myndir sem snúast einhvern veginn að eins og Disturbia með þínum manni sem er Lási remake sem er Lási ég bara elska svona myndir sko sem er svona að horfa og svona býtu hvað er að gera hvað er nágrannum mín að gera sko Rear Window er náttúrulega bara ógeðslega góð mynd og ég var svo heppinn að sjá hana í bíó í Laugarásbíó þegar ég var svona gaman? Nei, ég verið svona 12, 13, 14 þá var Hitchcock hátíð í Laugarásbíó sýndu 5 Hitchcock myndir það segja og það eru bara 8 og þegar ég á svo vandaða foreldra sem að sýndu kvikmynduuppeldinu mínu svo vel þá fóruði með mig á þessar myndir í bíó og ég hef aldrei upplifað það í bíó sem sagt að James Stewart hann alltaf dinglar út með glugga í restina sko og vondi kallinn að koma og svo dettur hann og þetta er bara á vorum tímum þetta er bara 1985 eitthvað það öskraði salri bara heil bíósalur í Laugarásbíó bara gargaði yfir gamalli mynd þetta var eldgóð mynd þá sko ótrúlegur Hitchcock sko þetta er svona þetta er svona thriller dæmi eða ekki það já, þetta er bara morðingjamynd morðingjamindir eru bestar ég vil ekki sjá þessi galdra Anita í þínum myndum og þessi skrimsli, þessar nunnur ég vil ekki sjá þetta, þessar litlu stelpur draugar eru svo nálægt okkur í íslensku veruleika við trúum á draugar eru mjög svona bara raunverulegir í okkar að má náttúrulega ekki glemma því að ég fór á íslenska hryllingsmynd síðasta vetur myndin eftir félag okkar sem að mætti til okkar að tala um hana The Damned sem gerist á Vestfjörðum hún var nokkuð góð bara ég fíla hana í botn og einlega ótrúlegt við vorum að tala um það að það hafi ekki verið gert meira af þessu í Íslandi þetta var viðbjör einmitt var með morðingjamynd eða ég gef ekkert upp þetta er supernatural drauga gerist á Íslandi með vetur og finna eitthvað skipsflag og ákveða að bjarga þeim ekki að því að þú veist eitthvað það hefur afleiðingar þetta var mjög gaman sko að því að okkur var boðið að sjá þessa mynd einhvern tímann í hátíðinni í einhverjum lúksusafni í Smárbjörg og það var mjög gaman að sitja við hliðina á Oddi yfir svona hryllingsmynd ég fekk eiginlega meira út sko sessunautin mín heldur en myndinni það var ræðilegt sko Er Anita falla á tíma? Já, við erum að detti klullara sko, þetta er búið að vera góð yfirferð er eitthvað sem við erum að klikka á þetta Já, örugglega helling, pása og lefðu henni að fara og svo klára þetta Ok, og henda henni út Nei, bara fylgja henni til dyra Anita, hvernig ætlar að koma næst? Í 2 tón Hún kemur þegar Flossi er laus við skuldum þjóðinni 2 tíma hryllingsþátt Ég kem ekki hinga aftur nema Flossi sé hér Ok, hljóman ekki eðla vel Og við erum hér Ennþá? Já, ennþá, Anita farin Hendum henn út Pilsupartí Kjartan er að færa mikrofón aðeins nærrið við tölum svo mikið í hann okkar sko við erum alltaf að geta þá er ég náttúrulega komin í þá einkennilegu stöðu að vera með 2 byrjendur að tala um hrylling ég skal segja þér allt sem þú þarfst að vita en sko Reykjavakan á morgun Halloween það vísir náttúrulega ömurlegt veður fyrir þetta en nú krakkarnir fara í búninga og koma að trikk og trýta sko
Gerið þið eitthvað? Er þetta hátíðisdagur hjá ykkur? Ég á morgun ætla ég nú bara að fara að sjá Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu sko. Já, ok. Veist. Bara ekki fegin að vera laus við þetta á morgun. Því líka veist. Já, ég er mjög spenntur fyrir þessu. Sko ég er náttúrulega á ekki böttóti. Við erum náttúrulega að fara yfir það að ég er einhvern veginn hérna. Þú ert ekki með svona pressu kannski. Einmitt, hamingjusnauður, einhleypingur sem að hérna já, en ég er algjörlega að finna hérna, fyrir því að þetta er bara frábær tími fyrir þessa hátíð og ég er algjörlega búin að einhvern veginn að ekki taka hann í sátt það er einhvern veginn og dramatíst maður hugsa á einhvern tíma Halloween, hvað er verið að gera þetta minnst það bara svo miklu skemmtilega heldur en öskudagurinn pælingi með þessu að þetta sé í hverfunum að krakka sér að labba á milli með fóröldur sín og whatever til hérna íbúa fagna þessu veist, og líka bara einmitt núna bara einhvern veginn í þessu veðri sem er reyndar óvenju, það er óvenju snjóþungt núna einhvern veginn yfir minnst það bara frábært og ég kannski tíma ekki að vera eitthvað búið með til búning að kaupa þér þú veist, það er útborgunar dagar á morgun sko en hérna, ég á skikkju sem ég geti farið í verið svona kongur ég á bláan samfesting og Michael Myers grímu get lána þér ég meiri segja, það var svo klár sko ég á 6 ára stjúpdóttir og ég er búin að koma henni yfir að bróðu minn sem ætlar að fara með henni út að sníka nammi svo ég geti farið í leikhúsið já, ok það er ágætt sko, ég náttúrulega er með svona svipað plottigagn að ég hef rosalega gaman að þessu og Dóra náttúrulega kona mín er all in sko, hún er miklu spenntar fyrir sældur en börnin en náttúrulega sko Ragga er náttúrulega búin að vera með okkur í þessu nokkur án og hún bara verið 17 og er svona svolítið vaksan upp úr þessu en Gussi litli er alveg til sko. Ertu ekki að halda þessu aðeins? Þú verður að koma Ragga ég veit þú svona 17 það bara er ekki afsökun Það er eina að fá hann alltaf að koma og taka sko trikk og trítlappið með Gussa sko ég get það eiginlega ekki þegar hún tala mér líka nágranna pældur sko ég vil ekki vera að fara að banka hérna upp á í næstu húsum fólki en þetta er líka stórætli ferð já þetta er náttúrulega já og svo ég er náttúrulega búin að standa hérna í dyrun núna í 4-5 ár með nammið sko og þetta er rosalega gaman ég er bara gaman að sjá krakkana sko bara ótrúlegur metnaður og hugmyndaauðgi í búningum oft sko hvernig eru reglurnar með hérna er þetta eins og ösku er fólk að syngja það? Nei, ég segi bara trikk og trít eða grikka gott og hérna varst þú eitthvað, ok já, bara alveg bara... En ef þú gefur þeim ekki nammi, eru þau þá að fara ekki að húsi? Já, þau eiga að gera það, ég veit ekki hvort að Ætli það hafi gerst á Íslandi yfir höfuð Nei, sannlega ekki sko ekki líka, svona húsin hérna henda ekki velferða svona, alltaf í Bandaríkjunum sko, henda klósettpapírúlum svona alveg Það hendar ekki alveg hérna í Vesturbænum Nei, en ég veit ekki hvernig sko spáin er en það er náttúrulega helt verið sko stundum kalt en ekki hálka og snjór sko Nei. og ef það er rigning þá er það náttúrulega verst það er spáinaflega rigning þetta getur verið svolítið erfitt það er að vera hlýjenda morgun óvænt það fer upp í 6 gráður í hlýju plus sem er ágætt náttúrulega til að losna við þetta helvítið strassla gödunum já, ég er alveg til í að koma í Jarisnum sko á sumardekkunum í dekkaskipti gott að komast að naglan leið og snjórnum hann en hvað haldið að verið margar fótbrotnar hérna litlar stelpur sem eru klæddar eins og K-pop Demon Hunters já, nei það er eitt sko og svo líka bara sko rigning er ekkert góð fyrir búning almennt sko andlitsmáling þetta lítur ekki vel út þannig sko en þetta er alltaf gaman Erum við að fara að gefa út afkomu viðvörun fyrir Reykjavík? Nei, við bara náttúrulega bara treystum á að þetta reddist Já En svo er þetta líka bara fullkomið tækifæri fyrir frumleika í búningum þú veist finna leið til þess að útbúa reggala sem einhvern Halloween búning eða eitthvað Já, það er nú alveg hægt að sækja fyrirmyndir í kvikmyndasöguna Já Er maður ekki bara eitthvað eitt tengt? Jó, eitt er með gul regghápa og hérna svo líka mordverkurinn í Don't Look Now og líka rauð regghápa þar sko Já það verður bara allir í rauðum regghápum Heyrðu, já en hérna, já, þannig að þið sem sagt doddsið Reykjavíkuna svona þannig að Nei, sko, ég doddsið ekkert maður er ekki krakki, Doddi ég er ekki með fjölskyldu eins og þú þurfum við að auglýsa það hérna meira, hvað ég er óhamingjusamur Nei, svo er bara fólk alls konar sko, við Dóra værum alveg all-in í Reykjavíkuna þó að var engin börn sko Já, því, sko. Já, það er eitthvað rétt bara, Við höfum bara gaman að þessu sko. Já, þið hafum gaman að þessu sko. Ég er svo mikill, þú veist að ég er bara á barnum með eitthvað Já
Vá, þetta kemur rosalega illa út fyrir mig. Þú setur ekki útskorið grasker fyrir utan dyrnar hjá þér. Þá ertu að bjóða börnum, þá ertu beinlínis búin að opna á að krakkarnir komi, sko. Svo líka íbúðin mín, þú veist, hún snýr út í svona inngar, þú veist að lappa rosa inn í inngarinn og lappa svo út að endan að húsinu til þess að koma þeim til mín, sko. Þú vilt þess að alls ekki fá svo krakka. Þú ert vel varinn fyrir þessu, sko. Já, börnin, þetta er bara creepy, skilja. Kannski reynda gott, sko. En ég ætla á næsta árum, Tóti, hver veit nema ég verið búin að koma mér upp fjölskyldu og verið kannski mikið samir eftir nokkur ár og þú situr bara einhverjum bar hérna annað kvöld og bara helvítis krakkast hann hlú útborgun á morgun á föstundi á Reykjavíkunni á Reykjavíkunni sjálfur my pray day tomorrow það verður brjálað að gera í barnu í bænu, það verður vandalega fárlega mikið fólk í Reykjavíkupartíum og alls konar það er eiginlega sem ég finnst leiðilega strákar að ég fæ ekki boðið eitt einasta Reykjavíkupartí nei ekki ég heldur hundar, en ég myndi líka sennilega afþakka það, ég með 5 mánaða gamalt barn heima þú er fjölskyldu maður alla leiðina, sko. Þetta opnar samt á möguleika fyrir þú getur verið með svona Rosemary's Baby já, ég mitt sá mjög góðan halva umbúning á netinu daginn, það sem var svona gæði sem var með svona baby carrier og barn framan á og svo var hann í, sko, eiginlega svona hvað heitir þetta, svona powerloader úr Aliens, það sem að krakkin var rauninni í geðvikt það er ógeðslega góð hugmynd Herðu, en svona current hryllingur Black Phone 2 er í bíó Mælirðu með þessu? Black Phone 1 var góða? Já, ég var ánægð með Black Phone 1 og Black Phone 2 þykir vera betri og er bara, hún er Blumhouse er þetta ekki A24 og Blumhouse sem er aðal sem gera Midsommar og þetta dót það er svona áhugaverðustu stúdíói núna já, og í hryllingnum og hún, Blumhouse er búið að frekar svona erfitt í miðasölun hinga til en þetta þeir eru að rétta úr peningakútnum með Black Phone 2 sem alltaf Black Phone er gerð eftir smásögu Joe Hill sem er sonur Stephen King eins og hefur komið fram í ráður þannig að þetta er svona alveg bara þetta er legit Já, ég ætla að setja þetta á lista, ég er alveg spennt fyrir þessu þetta er líka smá svona, er þetta meiri yfirnáttúrulega eða morðingi eða hvernig þetta er morðingi sem er, sko, hefðalega geta verið jartengdur allavega í fyrirmyndinni en hann var nú drepinn, hann að ef hann er mættur aftur þá erum við komnir út í einhverja Michael Myers lógík, sko. Þetta er líka búið að vera bara þokkalega gott ár fyrir svona original horrormynd. Já, algjörlega. Það er bara algjörlega. Gott, sko. Er þetta ekki bara síðustu ár? Síðustu 2 allavega. Já, líka, maður gleymur sér nú, við hann alltaf tala sko, þegar bíóin byrjaðan á vopnum sínum eftir COVID, sko, þá var hann alltaf hryllingurinn sem að dró vagninn og dró fólki í bíó einmitt, við höfum talað um þetta áður það er alltaf eitthvað nýtt í þessum gera eða þú veist, ég upplega þannig kannski að ég veit ekki neitt kemur eitthvað nýtt og þá er það oft bara ótrúlega frumlegt og gott en inn á milli er líka alveg náttúrulega bara gamalt, þetta er náttúrulega þetta er ekki endilega frumlegasta kvikmyndagreinin þannig að á meðan að við erum að hjakkast í þegar þú gerir eitthvað nýtt, þá er það ógeðslega nýtt, sko. Svo er þetta alltaf með Michael Myers og einhverja staðla yfir náttúrulega morðingi á draug alltaf á kantinu líka, sko. En þá þegar fólk gerir bara eitthvað svona eins og Long Legs og svo hvað var líka Bring Her Back sem er nú alveg nasty góð sem var í bíó daginn. The Monkey sem kom fyrir árinu. Já, og smiðið Stephen King. Og svo hvað heitir hún með Dave Franco og Alison. Já, Together. Já, einmitt, maður sá hann ekki. Nei, ég er ekki búin að sjá hann. Nei. Og svo náttúrulega Weapons sem er náttúrulega bara ótrúlega velhefnuð og ógeðslega fyndin og skemmtilega en svo var að byrja á HBO Welcome to Derry 1 þáttur kominn Ertu búin að horfa á þetta? Það er bara 1 þáttur kominn þetta er, ég held að sé 8 þáttaserja fyrsti þátturinn er kominn og HBO ætlar að droppa þætti 2 á morgun á Halloween okay. Það lítur því að þáttur 2 lítur að vera góður þá Já, væntanlega og þetta er það er náttúrulega ekki tækt að meta þetta segja neitt út frá einum þætti en þetta er viðbjóður á köflum þetta bara byrjar bara á ógeðslegri my favorite fæðingu í bíl þar sem að bara gubbast í blóðfossi eitthvað skrýmsli út úr konu You had me at fæðing í bíl Já, það er það sem að hræði mig mest í bíó og sjónvarpi það eru fæðingar hagalegar alveg Tommi lét með mitt horfa á Fly í fyrsta skipti núna fyrir ekkert rosa löngu síðan og þar er einmitt ein svona frekar óþægileg fæðing
Jeff Goldblum Súflæ, Þetta ekki lagi. Ég mæli með henni þetta örugglega bara ein snirtilegasta og flott kliftasta hryllingsmynd sem ég hef séð á ævinni sko. Það eiginlega valla hægt að kalla hana Nei, þetta náttúrulega David Cronenberg sem náttúrulega konungur líka líkams hryllingsins sko, náttúrulega algjörlega bara unmatched í body horror sko. Hún svo snirtileg, það ekki arða að fitu á þessari mynd. Nei. Hún sýnir nákvæmlega það sem hún þarf að sýna þér. Shit. Það ekki stakur rammi sem á ekki heima. En sko þetta Pennywise Welcome to Derry, þetta þess að þá forsagan á bakvið It og þetta sem góð, þú veist, þetta eitthvað sem að áhörfundu finnst áhugur og það verðist vera eitthvað 3 sögutræði í þessu og eins og ég sagði síðast þetta búið 3 sísona pakki sko þannig að það var vantilega búið að átlæna þetta þannig að svo þetta svona misáhugaverðir ángar kannski þessar 3 sögur sko ég bara Tim Curry maður, It gæinn sko, Pennywise sko, í sjónvarsmyndinni hérna 10. gamlu, en svo náttúrulega nú hvað heitir hann? Bill Skarsgård og hann leikur Pennywise í þessum þáttum sko. einmitt, hann kemur bara aftur Er þetta þá tengt myndinni sem hann var í eða myndunum? Það ekki þetta er svona meira kannski svona forsaga kvikindisins sem að vísu Pennywise eða It er náttúrulega sko byrtist í ýmsum myndum í mörgum King-bókum sko og þetta er eitthvað svona ancient evil sko en ég held samt að trúðurinn sé ekki endilega eitthvað algjört centerpiece, hann sést ekkert í fyrsta þætti sko. En þetta mér líst vel á þetta og þetta er HBO náttúrulega production value er alveg upp á 10 og þetta er ekki einhvern veginn það er eitthvað í gangi með mig og HBO hvað? Ég er bara einhvern veginn, þið viti hvernig maður tengdi þetta alltaf bara við Sopranos, Game of Thrones bara alvöru gæði, ef þetta er HBO horfið á þetta núna opnaði HBO streymisveitina þengu að það verið mikið kostaðir en ég horfi á hann og nú ég bara sé fullt af þessum þáttum ég nenni ekki að horfa á nýtt ég veit ekki, eins og task og svona leið þú sagði mér að þetta væri þungt þá hef ég bara ekki getað að byrja að horfa ég verð bara að taka allt í baka og verður að horfa á þetta ég las greinum daginn að þetta væri geðveikt einhverstaðar sko, það var ekki bara þú góði þættir sko en alveg, þetta var erfitt að komast inn í þetta allavega fyrir mig að ég segi, það er allir svo þunglindir Mark Ruffalo þungur og allir með eitthvað agalan harm einhvern veginn á bakinu og erfitt líf sko, en og þetta er bara þeir eru á þvílíku flugi þessi þættir sko En þetta hljómar náttúrulega líka bara eins og einhver svona íslenskur glæpaþriller það er allir með einhver agalan harm á bakinu þar og einhver alkoholisti og einhver misti barni sítt í slísi einmitt svo líka var svona bara rátt og svona fólk býr í svona bara líku svona bara trailer parks eða eitthvað svona það er engin einhvern veginn svona þessi típiski svona glansmynda glamúr sem er ofta á þessu Amerika dóti sko þetta er bara fólk einhvern veginn að lifa bara venjulegu lífi sem er oft bara fokkleðilegt sko en þetta er alveg ótrúlega hann næra að þjappa sögum svo margra persónu í þetta og þetta er menn hann að sína stórleik ekki bara Mark Ruffalo sko þannig að þú verður að gera áhrif á þetta verður að horfa á þetta þannig að allavega mjög task alveg vera svona einmitt svona bara tókani á HBO you know the logo það er þetta sko Svo er ekki eitthvað meira Game of Thrones efni að koma líka, er ekki eitthvað Heyrðu, hann er bara detta núna í Duncan maður hvað heitir það? Seven Night Night of the Seven Kingdoms þetta er dettin í janúar held ég, lögreglega þetta lítur nú alveg vel út þetta byggir á þessari bók allan sem heitir einmitt The Night of the Seven Kingdoms En er það ekki einhver stuttsaga? Jú, þetta er eitthvað svona eins og hliðarsaga bara þennan eina gæja, þetta er ekki eins og seríuna hafa verið hingað til valdabaráttu ykkur fjölskyldna Ekki 500 blaðs í eina bók Duncan the Egg held ég hann heiti gæjan, aðalperson og hann er eitthvað svona Targaryen bastardur eða eitthvað svona og er eitthvað að reyna þetta er eitthvað svona, þetta getur orðið alveg ferskt og skemmtilegt sko Þetta er svona, hann er einhvern veginn að vinna. Ég hef aldrei lesið þessa bók svo, en ég náttúrulega, maður er mikill Game of Thrones maður, en ég er bara einhvern veginn, ég sakna það svo mikið, og við erum talað um þetta 1000 sinnum, bara þegar allir voru að horfa á það sama, sko. Núna er þetta náttúrulega bara algjörlega anarkía sem enginn er einhvern veginn að horfa á það sama og, þú veist, maður fara ofta að heyra það um hlustendur, bara, ég myndi nú hlusta á hana þátt ég er bara ekki búin að sjá þetta, sko. Þessum erum við alltaf hamrað því að þættinir eru allir sígildir
Þú getur þá hlusta á fucking þáttin þegar þú drullast þess að horfa á þetta Einmitt, svona næsta ári eða þarnast ári eða eitthvað Einmitt, já Þú saknar þess að hitta Jóa vinnufélaga við kaffivélina og ræða seinasta Game of Thrones þá 100% sko, svo náttúrulega klúðruð þessu öllu sko Game of Thronesinu Já, Game of Thronesinu Erum við eitthvað annars? Slow Horses kláraðist í gær? Ég ekki búið með þáttinn Ég í miðju kafi og þetta náttúrulega ekki dæðilega gott Já, þetta góð þáttur og ég bara hefur hort á þetta Slow Horses Nei, þetta á listanum mínum Þetta bara, ég myndi færa þetta bara to the top sko. Þetta líklega það besta sem í sjónvarp í dag sko. Þetta svo skemmtilegt sko, Gary Oldman ég er svo fastur bíófíkil sko. Bíómyndirnar eiga hug minn allan en svo þegar kemur eitthvað svona svo Alien Earth sem bara eitthvað, þetta Alien efni þá þarf ég að horfa það sko. Það voru helviti skemmtilegir Já, ég var mjög ánægð með það Slow Horses kláraðist í gær og það var sýnt þarna og næstu séri þeir eru búnir að taka seríu 6 samt að við fáum alveg að bíða í ár sko, en trailerinn úr því bara var eiginlega bara jafn góður og allt stöfið Þetta ándur sem gert það, þetta rugglað gott sko. Þetta alveg rugglað tíu Þetta fer upp á fórgangslistan bara 100% mæli með, þú ekki svikið leið og Slow Horses kláraðist þá droppuðu þeir fyrstu þáttunum í Down Cemetery Road með Emma Thompson sem gert eftir bók eftir Mick Herron sem skrifar Slow Horses þetta eldra heldur en Slow Horses sko. Hann búin að skrifa bækur á ógstæðlingi hann slæðir ekki gegn fyrir bara með Slow Horses sko. Þeir þetta komnir fyrir vel að stað spennandi geðvikt, það svona svipa koncept Nei, allt annað, allt öðru sér sko. Það svona, Emma Thompson leikur engaspæra, kellingu og geðvikt flækist inn í maður drepinn og hún þarf eitthvað að leysa það en það eru svona einhverjir klaufalegir spæjarar MI5 eitthvað að brölda þarna í bakgrunninum sko. Þetta svo geðvikt, koncepti í Slow Horses þetta svona, myndir ekki segja þetta svona lúserarnir í MI5 Jú, þetta bara átkastið úr MI5 bara anti-James Bondarnir og Gary Oldman leikur bara algjörlega ógleymanlegan karakter Jackson Land sem stýrir þessari deild og þetta svo fyndið en það svo geggjað og þetta náttúrulega breski þættir þannig að breski húmor alls ræðandi en svo er þetta svo spennandi að þetta náttúrulega leinið þjónustan og takast á við alls konar ógnir og þetta alveg geggjað sko. Ég öskuhló yfir einum þætti þessari seríu ég man ekki hvenar ég hló bókstali, ég var eins og psykopati heima á mér í íbúðina sem ég ekki búin að hengja neitt upp á veggina og ekki ennþá búin að einhvern veginn taka til þessi pínu lítil íbúð og ég öskuhló að bara þetta var eitthvað næst síðasti eða þriðji síðasti þátturinn bara kemur máling eitthvað já, það er nákvæmlega það sem er máli sko. Þetta bara shit hvað þetta áfindi sko. Ekki geta að heyra þetta Kjartan, þú veist ekkert hvað algjörlega það atriði sko ég er búin að sjá svona í Facebook-hópum í kringum Slow Horses, það var eitthvað liða var að pyrrast sérstaklega þessu sko, nú var þetta bara að koma út í eitthvað rugl og slapstig þetta nákvæmlega eins og í bókinni já, þetta bara alveg bara útvært alveg ógeðslega vel sko. Mér fannst þetta allavega ekki out of place í þessum þáttum, mér fannst þetta bara passa 100% ekkert eðlilega fyndin svona röð atburða sem verður hana og ég bara holy shit sko, það er leinu þú veist að gera sitt besta einhvern veginn og shit sko, geðvikt ok, er eitthvað meira? Eitthvað sem maður vildi koma að Nei, þetta er náttúrulega svona við erum kannski, þetta bara heitir Halloween þáttur þannig að við erum ekki að tala eitthvað mikið hvað við erum að glápa á en ég minna Gaman að vera með Kjartanina hvað ertu að horfa, þú bara að horfa á myndin Nei, en svona, það er eiga forgangi og sérstaklega, þú veist ég er með 3 þætti planaða bíófíklum núna eftir 2 vikur og það er mikil áhersla að horfa á ýmislegt fyrir það Það er eitt sem að ég vildi koma aðeins inn á Við erum í samstarfi við Bíóparadís Við ætlum að sýna 13. desember ætlum við að sýna bíómyndina Clue Einmitt Hún verður sýnd í bíósal á Íslandi í fyrsta skipti Hún var aldrei sýnd, hvernig kom hún út? 13. desember árið 1985 Það er þannig að ekki nóg með það hún verður sýnd í fyrsta skipti í bíósal á Íslandi hjá okkur núna í desember heldur á hún akkurat 40 ára afmæli þegar sýningin verður 40, ég ætla að segja 20 ára afmæli 1985, á frumsýningadaginn fyrir 40 árum síðan geðvikt og við erum að gera þetta í samstarfi Hann er Tim Curry mitt og einhverju fleiri Alec Guinness geðvikt, ok geðvikt, fárlega spennandi Já, bara drullu skemmtilegt sko. Þannig að þetta verður mikið svona partí 13. byrju, hvað dagur er þetta? Þetta er föstudagur Þetta er föstudagur 13. Halló hér Vá maður, geðvikt
Þannig að við erum vantilega mikið jamma þarna. Já, við ætlum að vera með frían bjór og svona, fyrst sem mæta. Sjáum til, við erum ekki alveg búin að ganga frá þessu, en það verður eitthvað húlumhæ fyrir þessi þátt kemur svo illa út fyrir mig. Bara búin að tala óhamingjuna og drikkjuna. Já, þetta nú allt bara frontur hjá þér, sko. Þetta, jú. Nei, þetta geggjað, þetta gott framlag. Þetta alltaf gaman í svona kvikmyndatengdu viðburð, sko. Maður svona, svo einmitt, við erum nú bara verið einu sinni með eitthvað. Við vorum með, pubquiz. Já. Sem var reyndar koma óvart. Þetta var stúdentakallanum, þú náttúrulega mætti. Ég mætti og vann pubquiz. Sópaði þessu upp. Mikið af fólki stúdentakallanum. Það yfirleitt alltaf fólk sko. Þetta pubquiz í ykkur var betur sótt heldur en bæði sem við erum búin að halda. Þið voru með pubquiz í Bíóparadís. Það var mjög skemmtilegt sko. Það er svona Bíóparadís aðeins, það er sko fleira fólk almennt náttúrulega í stúdentakallanum heldur. Það er ákveðin típu sem mæta meiri líkur á því að fólk ráfi óvartin á stúdentakallaran í pubquiz heldur en í Bíóparadís. Einmitt, akkurat. Ég held að Bíóparadís sé bara eitt svona mest kósí bíó á Íslandi. Ég er ekki viss að sé besta bíó á Íslandi, en það er rosalega gott andrúmsloft, það er rosalega þægilegt að koma inn. Ég er oft svona myndir eins og núna myndir með Stellan Skarsgård sem ég langar að sjá. Já. Það sem hann leikur einhvern svona leikstjóra sem verða eitthvað heilabilaður eða eitthvað. Já, okkar besti maður. Já, og hann er víst bara Telma Tómasson, kollegi minn. Já. Hún sá þessu mynd, sagði að þetta var algjörlega stórkostleg mynd og hann var algjörlega frábær. Já. Þetta er bara þessi gæi, hann klikkar alltaf aldrei. Klikkar aldrei og hann líka svo dælir hann út bara og sætum leikarastrákum líka sko, sýrðirnir eru allir sko, þetta er bara nepa og kóngurinn. Hefur við ekki talað um það, nýjasti Skarsgårdinn. Hann lék í jóladagatalinu í sænska. Hann er svona 8 ára eitthvað. Það er ekki 7 sískinni ekkert eðlilega mörg eða margir. Og bara nýjasti, yngsti strákurinn, hann er byrjað að leika. Þannig að við bara vitum það. Og svo er eitthvað að vera að dissa, þetta er bad sko. Byrjað að dissa hann fyrir að vera nepo-baby sko. Pappi bara komið til bara í grimma verð, bara haldið í kjafti. Haldið bara stráki mín í friði. Var í alveg að vera, hvað er hann gamall? Hann er eitthvað kornungur sko, bara 10 ára eitthvað. Það er bara krakki. Já, Stellan er svona eins og ég, hann hefur verið að eigna spöll langt fram eftir aldrei. Það geggjað sko. Ef við þá ekki bara til þess að enda á byrjunarreit og tengja okkur aftur í Halloween sko. Þetta er náttúrulega alveg tíminn til þess að horfa á hryllingsmyndir. Veikur tími til horror. Já, það verður að segja. Því að við erum búin að vera að tala hérna vítt og breytt og ég líka eitthvað svona mikið nýtt og svona. Bara minna á klassikarana. Það er að gera The Shining, Nightmare on Elm Street, Psycho náttúrulega og The Omen, ég get ekki mælt nóg sannlega með henni, 76 mótilið, Exorcist auðvitað, Groundbreaking, Rosemary's Baby. Og Night of the Living Dead, ég þóla ekki zombies en George Romero og þessi fyrsta zombie myndans er frábær tímamótaverk og svo The Thing Oddur. Þú voru að setja hann að lista í topp. Ég skal setja hann. Það ekki, sko, ef það er einhver tími til að horfa á The Thing þá er það akkurat þegar færðin er svona sko. Glemdi að taka mynda á nýtt. Ég veit það. Helvítis. Hún var að flýta sér svo mikið. Svo náttúrulega, ég náttúrulega bara nefni alltaf Angel Heart því að það er náttúrulega bara næst mest uppáhaldsmyndin mín ever eins og kom fram í þætti hjá Angel Heart sko. Og já, svo að því að Hitchcock er náttúrulega búin að vera svolítið í umræðinni hérna í kringum Ed Gein þættina þá mæli ég með Brian De Palma myndunum Dress to Kill og Body Double sem eru bara hans sko Hitchcock rung. Dress to Kill er bara svona tilbrigði við Vertigo og við svona Psycho, Body Double og Vertigo feelingur þar gott stöð. Mér langar að bæta við haldi ykkur hérna, lengur ekki slepp ykkur. Ég er búin að reyna að horfa á Midsommar. Það gengur ekki vel. Ertu búin að byrja á henni? Já, ég er búin að byrja á henni, ég er búin að sjá hérna þetta opnaðri sko. Ég náttúrulega er væntanlega bara eini maðurinn í heiminu sem bara er ekkert hrifinn af þessum Ari Aster og fannst Midsommar og Hereditary bara eiginlega leiðilega sko. Ég ætla að segja ykkur það að ég er bara búin að horfa á Hereditary, ég hef ekki byrjað að Midsommar ennþá og ég drullaði svo mikið yfir Hereditary í bíófíklum þegar við tókum hana fyrir. Það er bara heilt þáttur að mér að drulla yfir þessa mynd. Ég er alltaf rugglast á þessum myndum. Ég held að Anita, hún sýndi mér einhvern veginn í vinnunni atriði úr einum af þessum myndum. Ég held alltaf að það væri úr Midsommar en ég er að fatta núna að líklega úr Hereditary sem hún sýndi mér. Kannski. Þannig að ég veit ekkert um Midsommar.
Midsommar gerist ykkur staðar á Jónsmessunótt út í sænsku raskati myndi byrja þannig að Florence Pugh missir fóreldra sinna á systur sína það er Midsommar Pugh ekki í Hereditary en Anita sýndi mér einhverjum mynda sem það eitthvað vera upp í einhverju þakrjái og það er bara kona samt sko þetta er bara kona konur sko Nei, Midsommar er náttúrulega bara svona verkamanna típa The Wicker Man sko The Wicker Man, það er sko alltaf, ég er svo geðveikur í þessu kjartana, núna þegar fólk tala með mig Midsommar þá segi ég alltaf, já, hún er náttúrulega svona einlega stóð, sko, þú veist Wicker Man og fólk hætti nú sjá hana svo spyrir fólk mér alltaf, þú búin að sjá hana? Nei, ég er ekki búin að sjá hana alls ekki og svo líka Hereditary sko, tala um þessu frumlegur ég er náttúrulega hryllingsmaður sko, ólíkt þér kjartan en við erum þá svolítið, mér fannst bara ekkert frumlegt við þessa mynd, ég finnst þetta vera alveg bara mjög staðla og bara voðalega lítið eitthvað heitlandi við þetta Er ekki líka Ari Aster eitthvað mjög erfitt þess að hann var að gera eitthvað mynd sem að kom ekki í bíó í Íslandi, vakti enga athygli með sem átti að vera eitthvað svona gerðist í COVID, var með leikarnum sem er í öllu sem var í Last of Us sem er í Mandalorian Pedro Pascal Já, Pedro Pascal og Eddington heitir hún Já, Eddington, jú Akkurat Hefur þú séð þessa mynd? Nei, ég hef ekki séð hana Það hefur enginn séð þessa mynd Það er enginn að tala um hana Nei, en hún er svona að fengið góða dóma Er það? Já Umtalið mann er gott En hún er ekkert sá hann ekki Ég held að þetta var bara svona Sko, Ari Aster, nú eins og ég segi Hann er fraud Bara búin að sjá Hereditary En þetta er áhugaverður leikstjóri þó mér finnst hann sé kannski ekki endilega frábæri eða góður en það eru mjög áhugaverða pælingar í gangi í haustum á hann, held ég Já, algjörlega, en mér finnst hann sko ekki að geta alveg staðið undir þessu hæpi sem þessar tvær myndir fengur sko þetta er nýtt og ferst bara, nei, ekkert nýtt og ferst Sáuð þið Bowis Afraid sem hann gerði? Nei, með honum Phoenix Já, nei, ég sá hann ekki heldur Tommi er alltaf að tala um það hann ætli að gera þátt og ég eigi að vera með í þeim þætti Þetta er víst einhver martröð fyrir ADHD fólk þessi mynd Ói bara Hún er ekki að því hún er svo ógísleg heldur bara það er eitthvað alls konar hljóð og eitthvað í henni sem að trufla fólk með ADHD Herri, en á næsta ári þá er ég búin að gera Reykjavíkur/öskudagsmyndina mína Já, öskurdagurinn Já, öskurdagurinn er mitt akkurat ég fæ að stela þessu nafni þá getum við rætt hana Algjörlega En það ekki bara, Kjartan, þakka þér fyrir komuna Takk fyrir að hafa mig Tóti, þakka þér fyrir að hýsa okkur Já, The House of Horror hérna í Vesturbænum Já, myrkurinn í Vesturbænum Já, og við þakkum bara Rekus fyrir stuðningin og kaffið í gegnum tíðina og minnum á aðalskoðun Það er að fyrir að vera fært aftur í skoðun þá erum við að drífa sig í skoðun Mikilvægt að drífa sig eiginlega bara right now Í hálkunni og snjóð? Já, beint í skoðun Já, á morgun 20% Ég haldi að ég muni geta tekið bílið minn út þarna Er hann á sumardekkjum? Hann er á sumardekkjum Þú tekur hann ekki út á morgun Ekki það? Jú, setnum bara 60 hitti og rigning Vistu, hvað er þetta? 5 metra sem þú þarfst að kera Ég þarf hann bara að kera smá uppbrekku í skipholtinu að því að sko gummivinnustofan er akkurat í hinum endanum á skipholtinu Þú kerir á stað og svo leikur aftur á bak það verður svo mikil hálka Shit, sko, ég hata þetta sko. Sumarið er best ástíðin og sem að segist fíla vetur Ég er á því að það á annarkvort að bara vera allt aukt og 20 hiti eða allt á svo miklu bólakafi að það kemst enginn í Ég kom til Kaliforníu Fólk í Kaliforníu er umtalsverð það mikið samar heldur en við og það er nákvæmlega þetta ástand sem er Orsakasamhengið blasir við Já Ok, herruðu, erum við þá búin að segja allt sem það þarf að segja og minnum bara toppfólk þar mun ég setja eitthvað lista og allir setjum ekki mynd af hrekkjaukubúningunum mínum á morgun Er það ekki? Svo tek ég mynd af okkur og senda okkur Það ekki? Algjörlega Takk fyrir okkur og þar til næst Tveir á toppnum er í samstarfi aðalskoðun Aðalskoðun býður hlustendum tveggja á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun Það eina sem þið þurfum að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðvar á 10 stöðum við í sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur.